Hér og ný er 193 hestafla dísilvél. Þetta er 2 lítra turbo diesel og hún er að gefa 193 hestafli svo ég sagði og toga 400 Nm. Þessi vél er ákaflega eyðslugrönn, hún er hljóðlát. Við erum að tala um 6,5 lítra eitthvað svoleiðis í meðalakstri, í blönduðum akstri. Og hann var að eyða svona 7,6 hjá mér hérna á milli Reykjavíkur og Keflavíkur. Ég keyrði bara eins og mig langaði. Ég var ekkert að spara olíu eða neitt svoleiðis. Nú, síðan að þessi bíl kom 2017 fyrst, þetta er önnur kynslóð sem er að koma núna. Hann hefur verið gríðarlega vinsæll vegna þess hve hagkvæmur þessi bíl er og plássmikill. Og það er að þessum bíl að segja að þegar maður situr inn í honum, þá heyrir maður eiginlega ekkert í vélinni. Hann er mjög snarpur, öflugur, en að samanskapi þá er hann ákaflega mjúkur, hann líður alveg áfram. 7 gíra sjálfskiptingin í honum er frábær. Maður finnur ekkert fyrir hraðanum á þessu, þegar maður gefur þessu almennilega inn og svo bara prófa það hérna núna. Ég veit að löggan er ekki hérna að lenda mér og það er hvasst úti, það er nánast ekkert vindhljóð, það er smá svona veghljóð, annars er bíllinn mjög vel einangraður. Jæja, við ætlum að kíkja aðeins aftur í þennan glæsilega Skoda Kodiaq hérna. Hér erum við að horfa í alveg risa stórt farangúsrými. Nú, það er 910 lítrar í þessum bíl og það er nú ekkert smá. Það er mjög auðvelt að fella niður sætin, það er gert með því að taka hérna í þetta er sjálfvirkt hérna. Og ef að bíllinn er plug-in hybrid þá er aðeins minna skottpláss út af batteríinu, þá erum við að tala um einhverja 850 lítra eitthvað svoleiðis. Og eins ef að bíllinn er með 3. sætaröðinni þá náttúrulega minnka plássi hérna aftur í það er samt pláss hérna fyrir aftan þegar sætin eru komin til jafns á við bara svona lítinn fólksbíl eins og Golf eða Opel Corsa eða eitthvað svoleiðis. 340-50 lítrar. Fín geymsluhólf og það eru farangúsfestingar hérna. Það er allt sem þarf að vera í svona bíl sem er hugsaður til þess að flytja mikið. Og hér er alvöru varadekk, alveg meiri háttar vel frá öllu gengið hérna. Rafdrifin skottleri og mér skilst að ef þú tekur stælpakka þá getur þú farið hérna undir og skottið opnast á ef þú ert með fullt fangi að pókum eða eitthvað slíkt. Það eru 2 símahleðslur í honum. Þú getur hlaðið 2 síma í bílnum í einu, þó að sé náttúrulega alltaf best að hlaða í gegnum snúð. Mælaborðið er mjög smart í honum. Það er 10 tómur skjár hérna fyrir framan okkur og svo stór skjár hérna megin. Það er þræl auðvelt að nálgast allt hérna í stýrinu og það eru takkar, axial takkar hérna sem þú þarft að ýta á, ekki einhverju svona snerti þar sem þú rekur í og allt fyrir vitleysu. Ég er ekki að setjast inn til þess að segja ykkur hvað sé nægt pláss. Við þurfum þess ekki, það er nægt pláss. En ég vildi bara sýningur, ég er 1,93 og það fer alveg mig eins og ég sé bara 6 ára batt hérna. Ég reynda að næni í þau með lappirnar. Hér er svona plaststokkur hérna til þess að geyma í svona bíl. Það er alltaf gott þegar maður er að ferðast að hafa eitthvað svona. Nú, hér er hægt að stilla miðstöðuna, heitt og kalt og blástur hérna aftur í. Það eru 2 USB-C tengi, 12 V tengi og það er líka 2 USB-C fram í. Það sem er sniðugt við þennan bíl að þú getur fært sleðan hérna fram og aftur, sætisleðan. Þannig að maður situr hérna aftur í að þá getur maður stillt plássi sem maður hefur hérna fyrir framan á þess að farþeginn fyrir framan sé að eða ökumaðurinn sé að hreyfa sætið sitt. Síðan líka hægt að halla sætunum hérna til þess að láta fara betur sig á langferð. Og það er bara alveg fáránlega gott að sitja hérna. Það er alveg skuggalega mikið pláss. Hérna er svona vasi fyrir síma eða spjaldtölu eða eitthvað svoleiðis. Og síðan er hægt að fá sér drykk hérna. Hér hefði mátt vera svona tablet eða spjaldtöluhaldari eða fyrir síma eða eitthvað svoleiðis fyrir krakkana. Ég held að þessi glasahaldara séu ofmetnis. Allavega trekki ég ekki mikið í bíl.